Sjálfstæðisflokkur, Samfylking og Viðreisn skrifuðu síðdegis undir nýtt meirihlutasamstarf í Hafnarfirði. Þórður Þórarinsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, hefur verið ráðinn bæjarstjóri. Á rúmum mánuði hefur lögregla fengið tilkynningar fjársvik sem nema alls nærri 200 milljónum króna. Dæmi eru að fjársvikarar noti gervigreind til að tala íslensku. Íranar saka Bandaríkjamenn brot á vopnahlésskilmálum með árásum á eldflaugastöðvar og herskip í nótt. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna telur þrátt fyrir það að samkomulag geti náðst á næstu dögum. 9 mm hálf sjálfvirk skammbissa fannst í íbúð manns sem var handtekinn í tengslum við skotárás á Kársnesi á sunnudag. Til rannsóknar meðal annars hvort slysaskot sé að ræða. Hundruð barna fögnuðu vináttudeginum í dag. Þau segja að góðir vinir skilji ekki út undan, séu hjálplegir og segi fyrirgefðu ef þau meiða einhvern. Komiði sæl. Þórður Þórarinsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, verður nýr bæjarstjóri í Hafnarfirði. Þetta var tilkynnt síðdegis þar sem oddvitar Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og Viðreisnar skrifuðu undir sáttmála nýtt meirihlutasamstarf. Flokkarnir 3 fengu 7 bæjarfulltrúa af 11 í kosningunum. Málefnasáttmálinn var borinn undir flokksmenn fyrr í dag og kynntur á blaðamannafundi nú á 7. tímanum. Og Anna Lilja Þórisdóttir í Hafnarfirði. Það hefur mikið gengið á í bænum að slitnaði upp úr viðræðum við Sjálfstæðisflokks og Framsóknar eftir að sjálfstæðismenn sökuðu Framsóknum óheilindi. Í kjölfarið hefur hópur bæjarbúa krafist þess að Valdimar Víðisson hjá Framsókn verði áfram bæjarstjóri. Anna Lilja, líklegt að það skapi sátt þennan meirihluta og nýjan bæjarstjóra? Já. Stórt spurt, það náttúrulega eitthvað sem tíminn leiðir í ljós, en við ræddum við oddvitana 3, rétt eftir að vera skrifað undir nýja samstarfssáttmálann í dag. Karolína Helga, þú ert nýr forseti bæjarstjórnar. Ykkar slagorð í kosningabaráttunni var göngum í verkin. Í hvað verk ætlið að ganga? Við erum bara eins og við tölum að það að bæta aðstöðu og gera betri bæ fyrir börn og ungmenni og það stór kaflið þarna í málefnasamningunum okkar, klára hverfin, fara í skipulagið okkar og gera betri bæ í Hafnarfirði. Var samstaða skipan embætta? Já, ég myndi segja það. Þetta var, það var margt mun auðveldara heldur en ég átti vona. Orri, þú ert nýr formaður bæjarráðs. Kom ekki til greina að þú ert bæjarstjóri sem oddviti stærsta flokksins? Já, kemur auðvitað til greina en maður þarf líka að semja og þetta þarf að vera sanngjarnt og við komumst að þessari niðurstöðu og ég mjög sátt fyrir hana. En nú nýji bæjarstjórinn, fyrrverandi starfsmaður Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn ekki bara með bæjarstjórann? Nei, hann vanur að vera maður sátt á samlyndis og hefur oft unnið með mörgum ólíkum aðilum, þannig að ég hef enga trú á öðru en að hann verði bæjarstjóri allra flokkanna og allra Hafnfirðinga. Hvernig fer með samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins? Verður hann endurskoðaður? Ég held að það hljóta að gerast. Já, Hildur og þið töluðum að það væri þörf á breytingum og nú myndi meirihluta með flokki sem hefur meirihluta í 3 kjörtímabil. Eru það mikla breytingar? Já, samstarfsflokkarnir eru aðrir og áherslunar í málefni samkomulagi þessara flokka og frá því síðustu kjörtímabil eru ólíkir, þannig að já, það eru breytingar. Þið mistu 2 af 4 bæjarfulltrúum í kosningunum. Teljið ykkur njóta trausts Hafnfirðinga? Já, ég tel okkur njóta trausts Hafnfirðinga. Við erum ábyrg og höfum sýnt það, en það var bara kallað eftir öðru á einhverjum stöðum en almennt held ég að við séum bara með traust Hafnfirðinga. Þið settu samgöngumál í forgang, eru þið að fara að gera einhverjum málamiðlanir í þeim? Nei, við fengum okkar málum í gegn þar og þannig að það eru enga málamiðlanir. En nú má alveg segja þessi að byrja svolítið með vindin í fangi. Það hafi verið ákall að fráfarandi bæjarstjóri sitji áfram undirskriftalistar og annað slíkt. Þurfið þið að ávinna eitthvað traust Hafnfirðinga? Nei, við erum bara í lýðræðislegu samfélagi. Fólk má gera það sem það vill. Það má safna undirskriftum og það má gera nákvæmlega það sem það vill. Auðvitað marka og þannig eru einhverjir að mótmæla og það allt í lagi.
Við munum vinna okkur traust og við höfum mikið traust. Við erum flokkar sem erum samtals með stuðning 60% kjósenda. Það skiptir máli að við erum með mjög mikinn meirihluta Hafnfirðinga á bak við okkur og ég hef engar áhyggjur af öðru en að það verði áfram þannig og við aukum við fylgið í næstu kosningum. Já, og þetta sögðu oddvitarnir 3 eftir að hafa skrifað undir í dag, en hér er nýji bæjarstjórinn. Já, þú eru til hamingju með starfið. Já, þú ert fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins. Hvað kemur með þér inn í þetta starf? Nú, ég kem með það inn í þetta starfa. Ég er vanur að fá risastór verkefni í fangið og vinna úr þeim og vinna góð verk fyrir umbjóðundina sem að hér eru bæjarbúar Hafnarfjarðar og ég hlakka til verksins. Já, það er undirskriftasöfnun í gangi hér í bænum þar sem þessi krafist að fráfarandi bæjarstjóri sitji áfram. Já, hvernig er að byrja við svona slíkar aðstæður? Þarftu að ávinna þér traust bæjarbúa? Ég hefði alltaf þurft að gera það í öllu falli. En vissulega var vinsæll bæjarstjóri, en það hef ég ekkert heyrt nema gott hann. Það verður ávallt verkefni mitt að ávinna mér traust bæjarbúa. Þetta er 3. stærsta sveitafélag landsins og verkefnin ærin, hver verða þín fyrstu? Ég ætla nú ekki að tella nein sérstök verkefni upp hérna. Ég fékk undirritaðan málefnasamning frá stjórnmálamönnunum og það er af nógu að taka þar og ég hlakka til að leggjast yfir þá bók í kvöld og svo ræði ég ráðum mínum með þeim. Takk fyrir þetta, Þórður. Nú svona ganga hlutirnir fyrir sig hér í Hafnarfirði en fátt er að frétta meirihlutaviðræðum í Reykjavík og ef einhvern tímann er hægt að segja einhvern veginn haldi spilunum þétt að sér eins og við fréttafólki nú stundu til að segja í svona fréttum stjórnmál þá má segja það Hildi Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins. En það gæti verið tíðinda að vænta á morgun og við fylgjumst að sjálfsögðu með því. Takk fyrir það, Anna Lilja Þórisdóttir og við fylgjumst að sjálfsögðu með þeirri spennandi atburðarás sem er uppsiglingu í Reykjavík. En nú er það allt annað. Fjársvikarar nota gervigreindartækni í vaxandi mæli og eftir því sem tækninni fleygir fram aukast möguleikar þeirra við svikin. Dæmi eru að þeir hringi í fólk úr íslenskum númerum og tali íslensku með hjálp talgervils. Við erum tiltölulega nýbúin að vara við svokölluðum Microsoft brotum. Það hefur verið þess eðlis að fólk hefur getað svolítið svona greint með því að það talaði það sé hringt og talað slæma ensku eða eitthvað svoleiðis en breytingin sem hefur orðið núna er þess eðlis að það er verið að hringja í fólk og þar er bara töluð mjög góð íslenska og þá er sem sagt verið að nota talgervla. Viðkomandi getur einnig látið líta út fyrir að hringt sé úr íslensku númeri. Og fólk veit ekkert af því að það sé verið að nota þeirra númer. Og svo höfum við náttúrulega bara tiltölulega nýlegt dæmi þess eðlis að bæði nafn og rödd fyrrverandi ríkislögreglustjóra var notað við svik. Dæmi eru það erlendis að tölvuþrjótar hafi samband gegnum myndsímtöl með hjálp gervigreindar. Ekkert vitlaust að hafa eitthvað svona leynuorð innan fjölskyldna. Það bara er örugglega bara mjög stutt í það að þessar aðferðir verði notaðir hér að fjölskyldumeðlimir eða raddir þeirra séu notaðir í netbrotum. Í síðasta mánuði var opnuð stafræn tilkynningagátt þar sem hægt er að tilkynna netglæpi og fræðast slík brot. Fræðslan er meðal annars í formi myndbanda. Þeir sendaði reikning fyrir vinnu sem aldrei var unnin. Í nafni fyrirtækis sem þú þekkir. Frá því að gáttin opnaði núna fyrir rétt rúmi mánuði síðan, þá hafa borist tilkynningar sem að nema 190 milljónum króna. Ef einhver sem þú hefur eingöngu hitt á netinu biður þig peninga eða gjafir, hugsaðu þig þá tvisvar Ef við skoðum til dæmis það sem er að berast inn í gáttina, þá eru fyrirframgreiðslusvik ansi umfangsmikil, en svo það er alltaf eitthvað að koma inn af svona ástarsvikum. Það er mjög oft þannig sem að brotamenn eru búin að tala við viðkomandi jafnvel í einhver ár áður en þeir fara óskiptir einhverjum peningum eða einhverju slíku. Margir veigri sér við því að tilkynna slík svik. Fólk upplifir svo oft skömm og það er ekkert að skammast sín fyrir. Við erum að tala skipulega brotastarfsemi. Þetta eru sérfræðingar og með aðstoð gervigreindar þá eru þessi brot náttúrulega alltaf að breytast. Þau eru að verða ódýrari í framkvæmd sem verður til þess að það eru smærri brotahópar sem geta notfært sér þessa aðferð og þetta eru auðvitað líka að gera blekkingarleikinn gagnvart fólki mun meira sannfærandi. Oft herji svikararnir á fólki viðkvæmri stöðu, en það sé ekki algilt. Það eru milljónir að verða fyrir brotum einasta degi í Evrópu. Þannig að
líkurnar á því að það sér þú, þær eru bara ansi háar. Bandaríkjamenn gerðu árásir á eldflaugarstöðvar á herskipi Íran í nótt. Íranar sögðu að sprengt hefði verið í hafnarborginni Bandar Abbas nærri Hormússundi. Utanríkisráðuneyti landsins segir þessar árásir og fleiri slíkar af hálfu Bandaríkjamanna gróft brot á vopnahléssamkomulagi og hvergi verði hikað í að verja Íran. Bandaríkjamenn segja árásirnar hafi verið gerðar í sjálfsvörn. Þrátt fyrir árásirnar segir Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, að samkomulag stríðslok sé enn í augsýn. Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. 20 kvóta hæstu útgerðir landsins áttu í árslok 2024 ríflega 400 milljarða í öðrum fyrirtækjum. Stærsti hluti eignanna eða 230 milljarðar í öðrum útgerðarfélögum, tæplega 130 milljarðar í öðrum íslenskum fyrirtækjum og 50 milljarðar í eignum erlendis. Þetta kemur fram í nýrri samantekt Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands á eignum 20 kvóta hæstu útgerðanna, en skýrsla þess efnis var lögð fram á Alþingi á föstudag og var unnin að beiðni atvinnuvegaráðherra. Áður höfðu Dagur B. Eggertsson þingmaður Samfylkingarinnar og 11 aðrir þingmenn stjórnarflokkana farið fram á skýrsluna. Markmiðið var að fá heildarmynd af áhrifum stærstu útgerðanna í íslensku atvinnulífi og að ná utan þessi eignatengsl. Nú Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hingað komin til okkar. Já, hver eru fyrstu viðbrögð þín við þessari skýrslu? Já, þau eru auðvitað þau fyrst að það gott að fá þetta fram og þetta svo sem í taktu upplýsingar sem ég kallaði sjálf eftir sem þingmaður fyrir nokkrum árum. Stóra máli finnst mér að þetta eru upplýsingar sem eiga erindi við heimili landsins vegna þess að þau eru að skipta við þessi fyrirtæki mörgum sinnum á dag, hvort sem það þegar þau kaupi matinn, dæla bensín á bílinn, við getum nefnt flutningsfyrirtæki, heilbrigðistæknifyrirtæki, fjölmiðla og listin býsna langur. Þannig að stóra máli auðvitað að ekki síst á okkar litla fákeppnismarkaði að þó sé gegnsæi hér. En hvað kemur þér á óvart í þessari skýrslu? Það í sjálfu sér ekki mikið, satt skal segja, vegna þess að þetta hefur svo sem legið fyrir og við vitum þetta alveg þegar við skoðum markaðinn. Þetta eru stór og öflug fyrirtæki, þessi stærstu sjávarútvegsfyrirtæki okkar og við svo sem þekkjum það að þau hafa fjárfest, þetta bæði innan sinna raða en líka í óskyldum rekstri. En hvernig svona þínu mati, Hanna Katrín, eru útgerðarnir að eignast of stóran hluta í íslensku atvinnulífi? Það auðvitað gott að fyrirtæki hér á landi hafi burði til að fjárfesta og það mjög gott að íslensku sjávarútvegi gengur vel. Fyrir ári síðan þegar ég hafði forgöngu það að Alþingi leiðrétti veiðigjöldin, þá vorum við að tryggja að íslensk þjóð fengi eðlilegt gjald fyrir afnot af verðmætri auðlind, auðlindinni sem liggur að baki þessari velgengni. Upplýsingarnar hér snúa öðru. Það snúa einfallega að því að við fáum sýn á það hvar þessar fjárfestingar liggja og hvernig áhrif þau hafa. Vegna þess að við búum hér á fákeppnismarkaði og það líka nauðsynlegt að taka inn í myndina að þessi stóru sjávarútvegsfyrirtæki, þau eru að spila í allt annarri deild, jafnvel allt öðru hagkerfi en restin af atvinnulífinu og íslensk heimili. Þess að þau gera upp í annarri mynd á meðan restin af atvinnulífinu, fyrirtækin sem eru í samkeppni við þessar stóru sterku útgerðarfyrirtæki og íslensk heimili eru háð þessari verðtryggðu krónu okkar. Þannig við verðum einfaldlega að jafna þessar leikreglur ef þetta á að virka til hagsbóta fyrir atvinnulífið í heild sinni og heimili landsins. En þarf að bregðast við þeirri þróun sem framkemur í skýrslunni? Hver eru næstu skref og þarf jafnvel nýja skýrslu? Ég skal ekki segja með það getur vel verið, það liggur auðvitað fyrir að þetta túlkað svolítið þröngt, þessi tengdir aðilar og það hefur komið fram í umræðinni, það munur á milli laga fiskveiðistjórnar og síðan samkeppnislaga. Það liggur líka fyrir að í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar kveðið á að í sjávarútvegi ætlum við að skerpa þessari skilgreiningu og auka gegnsæi. Þannig ég lít bara svo á að þessi skýrsla sé allavega liður í þeirri vegferð. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, takk fyrir að koma hingað til okkar. Takk fyrir mig. Og þá það allt annað. Maðurinn sem var handtekinn í tengslum við skotárás á Kársnesi á sunnudag tilkynnti atvikið sjálfur til lögreglu. Hálf sjálfvirk skammbyssa fannst í íbúð mannsins. Lögreglu barst tilkynning skothvell á Kársnesi í Kópavogi í hádeginu á sunnudag og fljótlega á eftir mann með skotsár sem leitaði aðstoðar í bakari í nágrenninu. Það fór í gang miklar aðgerðir hjá okkur, hjá lögreglunni,
sem náðu nú tiltölulega fljótt utanum vettvang og utanum verkefni sem slíkt. Rannsóknin miðar ágætlega, hún á viðkomnu stigi. En já, erum í því að safna gögnum og fara yfir þau gögn sem búið að safna nú þegar. Maður fertugt var handtekinn í íbúð í fjölbýlishúsi nærri bakaríinu en sá hafði sjálfur samband við lögreglu. Sá sem særðist var fluttur á Landspítala og gekkst undir aðgerð. Hann varð fyrir einu skoti. Þarna náttúrulega mjög alvarlegt atvik að ræða, þannig að áverkarnir voru alvarlegir og eru alvarlegir, hann ekki í lífshættu, þannig að þetta náttúrulega leit ekki vel út þarna á fyrstu stigum málsins. Nágranni lýsti því við fréttastofu á sunnudag að mikið partístand hefði verið í húsinu nóttina áður. Hann hefði svo heyrt skothvell og einhvern kalla á hjálp. Annar sagðist hafa séð blóð á stigagangi fjölbýlishússins. Ævar Pálmi segir atvikið ekki talið tengjast skipulagðri brotastarfsemi. Tengslir á milli mannanna tveggja sem eru báðir Íslendingar, en lögregla rannsakar hvort fleiri hafi verið í íbúðinni þegar skotinu var hleypt af. Sakborningurinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til föstudags, en ekki var unnt að yfirheyra hann fyrir í gær vegna ölvunar. Í íbúðinni fannst 9 mm hálf sjálfvirk skambissa. Það bara eitt af því sem við erum að skoða núna, hvaðan hún kom og hvernig hún endaði þarna og í höndum á þessum einstaklingum. Einhver grunur mögulega hafi þarna verið hleypt af óvart eitthvað svona slysaskot? Það það sem við erum að rannsaka og rannsóknin miðar meðal annars að. 4 fórust, þar af 2 börn þegar lest og lítil rúta rákust á í Belgíu í dag. Rútan hafði keyrt inn á teina sem voru lokaðir fyrir bílaumferð. Slysið átti sér stað á brautarteinum í bænum Bugenhout í Flæmingjalandi norðvestur af Brussel, laust eftir klukkan 8 í morgun að staðartíma. Lestin var á 120 km hraða þegar hún skall á rútunni sem kastaðist 15 metra vegalengd á vegrið. Í rútunni voru 7 börn sem voru nemendur í sérkennsluskóla, auk kennara og bílstjóra. 2 síðastnefndu létust, auk 2 barna, 15 og 12 ára. Hin börnin voru flutt á slysadeild illa slösuð en ekki í lífshættu. Engan sakaði í lestinni. Volgens mij is dit een van de zwaarste ongevallen aan overwegen ooit in België. Dit is een zeer zwarte dag voor alle betrokkenen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en naar de familie en vrienden van de slachtoffers. Ekki vita hvað var til þess að rútan fór á teinana en lögreglan rannsakar tildrögin. Vegkaflinn sem lá yfir teinana átti að vera lokaður fyrir bílaumferð meðan lestin fór þar yfir. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde. Maar meer omstandigheden, meer duidelijkheid moeten nog geschept worden. Síðari umræðum fyrirhugað þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið stendur enn á Alþingi og óvíst hvort það takist að ljúka inn í kvöld. Vonir meirihlutans stóðu til að umræðan kláraðist í kvöld og að greidd yrðu atkvæði tillögun á morgun. Umræður hafa dregist á langinn og enn eru 15 þingmenn á mælendaskrá. Ef atkvæðagreiðslan á að fara fram 29. ágúst eins og tillagan gerir ráð fyrir, þarf þingið að afgreiða málið á morgun því þingfundir eru ekki á dagskrá síðar í þessari viku. Og Kastljós verður á þessum nótum í kvöld þangað koma fulltrúar heimssýnar og Evrópuhreyfingarinnar, andstæðra póla í umræðinu Evrópusambandið. Blönduð byggð og lifandi útisvæði varð ofan á í hugmyndasamkeppni Akureyrarvöll. Á vellinum verða stúka og svið fyrir viðburði, skautasvell og hlaupabraut, en líka gamla leigubílastöð BSO. Við erum feðgar og ég heiti Kristján og þetta er sonur minn Óli Geir. Alark arkitektar hrósuðu sigri í Hofi í dag í hönnunarsamkeppni Akureyrarvöll. 16 tillögur bárust en efstu 3 hlutu verðlaun. 6 milljónir fyrir fyrsta sætið, 3 fyrir annað sætið og 1 milljón fyrir það þriðja. Dómnefndin var einróma. Formaðurinn sagði margar tillögur hafa verið faglegar og góðar en ein hafi borið af. Hún var hógvær og svona aðgengileg og kannski við sáum fyrir okkur að vera auðvelt að vinna með hana. Í vinningstillögunni hlaupabraut svæðisins endurvakin sem tenging milli Ráðhústorgs og Glerárgötu. Stúkan verður nýtt áfram en sviði bætt við. Norðan til á vellinum svo reiknað með Markaðstorgi og Stórri tjörn sem verður skautasvell á veturna. Halla segir hægt að hefjast handa við suma þætti hönnunarinnar mjög fljótlega þó engin tímalína fylgi verkefninu. Þetta fer náttúrulega alltaf eftir framkvæmdafé og áherslum á hverjum tíma hversu hratt gengur síðan að vinna eftir skipulagi. En við eigum skipulagið og það hægt að taka það upp hvenær sem er. En núna fer af stað þessi vinna og ég held að bæjarbúar kalli eftir því að það verði svona
Svona nokkur hratt fari ég að nýta þetta svæði allavega betur heldur en hefur verið gert núna síðastliðin ár. Það held ég nú. Reiknað er með byggingum með verslun og þjónustu á jarðhæðum og íbúðum af ýmsum stærðum á þeim efri. Húsin verða ýmist 2 eða 3 hæða. 46 bílastæði verða ofanjarðar og bílakjallari með 60 stæðum undir húsaklössunum. Gamla leigubílastöðin sem er á förum úr miðbænum eftir áralanga baráttu við bæinn er líka á blaði. Ný sveitarstjórnir í þann mund að taka við stýrinu, þau eru ekki skuldbundin að fylgja skipulaginu en Halla segir þverpólitíska sátt hafa verið að fara í samkeppni svæðið. Og ég á nú ekki von á öðru en að þau komi til með að vinna þetta áfram með vinningsöfunum. Enginn karlmaður starfar hér á landi sem ljósmóðirinn. Formaður Ljósmæðrafélagsins segist vilja sjá karlmenn í starfinu. Karlmenn starfi víða erlendi sem ljósmæður. 130 ljósmæður af öllu landinu sátu nýlega ráðstefnu á Selfossi á sérstökum ljósmæðradegi þar sem fjölmörg erindi voru haldin. Mikil ánægja var með daginn en ljósmóðurfræði hefur verið kennt við Háskóla Íslands í 30 ár. En staðreyndin er svo að konur sækja bara í námið, engir karlmenn. Hvað segir formaður Ljósmæðrafélagsins við því? Það vantar ljósmæður, það vantar á ljósmæður á Íslandi en í heiminum öllum vantar 1 milljón ljósmæður. En hafa einhvern tíma karlmenn lært að vera ljósmóður? Ekki hérna á Íslandi, nei. En það voru í ekki formlegu námi en áður fyrir það voru karlmenn sem að lærðu af yfirsýttu konum og tóku við keflinu ef það veiktust eða. En það er ekki karlmenn hérna á Íslandi formleg ljósmóður en í Bretlandi, Nýja-Sjálandi, Ástralíu, þar eru mjög mikið af karlmennum og þar er bara alveg jafnt á við konur. Og Unnur Berglind segir ekkert athugavert við að karlmenn starfi sem ljósmæður, það sé bara frábært. Það væri bara gott að fá fleiri karlmenn inn í stéttina. Viltu fá íslenska karlmenn sem ljósmæður? Já, akkur ekki. Íslenska og erlenda. Hátt í 700 leikskólabörn fögnuðu vináttudegi barnaheilla í fjölskyldu- og húsdýragarðinum í dag. Börnin voru alveg með það á hreinu hvað það þýðir að vera góðir vinir. Krakkarnir streymdu inn í garðin við opnun í morgun, heilsuðu upp á dýrin og leystu allskyns verkefni vináttu og kærleika. Að því loknu var komið að tónleikum með vináttubangsanum Blæ og Páli Óskari. Ef þú stríðir öðrum, ætla ég að segja stopp. Þú stríðir öllum hinum, hótar mínum vinum. Við bara gerum allt sem við viljum saman. En hún ræður mest. Nei. Jú, þú. Hún ræður allavega mest. Mamma mér segir ef ykkur að stríða mér og ég bara ýta honum í burtu og labba. Krakkarnir glöddust mikið við að sjá bangsan Blæ í fullri stærð. Mörg börn fá sinn eigin Blæ við upphaf leikskólagöngu sinnar og Blær er notaður við kennslu og samverustundir. Hann hjálpar okkur með vináttuna og hann er bangsi til að ná að knúsa þannig að við getum verið þannig að hann getur hjálpa okkur að vera vinir. Já. En ef þið sjáuð að ef einhverjum líður illa, hvað gerir þið þá? Þá hjálpum við honum, er það ekki? Og segja fyrirgefðu. Ef við meiðum eða við vinnum okkur. Hafið þið einhvern tíma þurft að segja fyrirgefðu við vin ykkar? Já. Já, það var smá erfitt hjá mér. Út að ég var svo skrítin á svipinn og ég var dálítið að fyrirgefa mér. Hvernig er maður góður vinur? Hvað gerir maður? Er góður við vini sína stundum, hjálpa maður manni. Ef maður meiðir sig segir maður kennar honum. Ekki skila út undan og líka ekki að leyfa, engin leyfa að bara svona að leyfa að leika með, sá bara að ég kenna það. Ert þú góður vinur? Já.
Og þá það veðrið. Hæð yfir Skotlandi beinir áfram til okkar mildum og rökum suðvestlægum áttum. Suðvestan 5 til 13 metrar á sekúndu á morgun, hvassast á norðvesturlandi. Skýjað í flestum landshlutum með skúrum og hiti 7 til 12 stig, en bjartara fyrir austan og hiti að 15 stigum þar. En við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Mikil gleði var í New York borg þegar New York Knicks tryggði sér sæti í úrslitaeinvíginu NBA-meistaratitilinn í körfubolta í fyrsta sinn frá árinu 1999. Skýra þarf réttindi barnshafandi fótboltakvenna enn frekar. Það var meðal annars rætt á ráðstefnu á dögunum sem haldin var af KSÍ og bar heitið málþingu, meðgöngu og endurkomu eftir fæðingu. Og vallarmet var slegið á Kópavogsvelli á kvennaleik í gærkvöld þegar Breiðablik og FH mættust í toppslag bestu deildarinnar. Íþróttir hér eftir fréttir. Og við ætlum að rifja núna upp helstu atriði fréttatímans. Sjálfstæðisflokkur, Samfylking og Viðreisn skrifuðu síðdegis undir nýtt meirihlutasamstarf í Hafnarfirði. Þórður Þórarinsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, hefur verið ráðinn bæjarstjóri. Á rúmum mánuði hefur lögreglan fengið tilkynningar fjársvik sem nema alls nærri 200 milljónum króna. Dæmi að fjársvikarar noti gervigreind til að tala íslensku. Íranar saka Bandaríkjamenn brot á vopnahlésskilmálum með árásum á eldflaugarstöðvar og herskip í nótt. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna telur þrátt fyrir það að samkomulag geti náðst á næstu dögum. 9 mm hálf sjálfvirk skammbissa fannst í íbúð manns sem var handtekinn í tengslum við skotárás á Kársnesi á sunnudag. Til rannsóknar meðal annars hvort slysskot sé að ræða. 100 barna fögnuðu vináttudeginum í dag. Þau segja að góðir vinir skilji ekki út undan, séu hjálplegir og segi fyrirgefðu ef þau með eitthvað. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna allan sólarhringinn inn á ruv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfélgina það sem af þessum degi. Verið sæl.